Ja, Sölvi, þú getur varla beðið meira en þetta. Nei, bara þetta var stórkostlegur leikur hjá okkur. Við vorum mjög klínískir og flottir í dag. Við vorum þéttir, spiluðum mjög þéttan varnarleik og við töluðum það líka eins og bara á móti KR að þegar þú vinnur boltan að þeim og vera direkt, finna svæðin og við gerðum það virkilega vel og síðan vorum við bara mjög öflugir að nýta færin en hann 7-0 og segjandi það, hann hefði getað verið ennþá stærri og síðan bara líka virkilega sáttu með varnarleikin. Ég held að við hefum ekki fengið skot á mark á okkur í leiknum og að gera það hér í Frostaskjóli gegn svona sóknarsinnu liði eins og KR það er bara virkilega vel gert. Þetta var mjög furðulegur leikur alltaf í alla staði. KR 70% með boltan. En þið skorið 7, hvað leyfði þeim að halda svona mikið í boltan? Já, ég held að þessi 70% með boltan hafi verið nánast inn í marktegnum þeirra, þannig að það er svo sem engin hætta þegar andstæðingur með boltan í marktegnum sínum, þannig að og síðan líka bara speglast það af leiknum, við skorum mark fljótlega og þá þurfum við svo sem ekkert að setja á þá mikla pressu og þá leyfum við þeim bara að vera með boltan hátt upp á vellinu á sínum vallarhelmingi, það er engin hætta sem skapast þar. Við vorum þéttir þegar þeir kom inn á okkar vallarhelming, þá vorum við virkilega þéttir og þeir í raun og veru skapa ekki neitt í leiknum. Hlýtur að vera ánægður með hvernig strákarnir refsa síðan þegar þið breykið? Já, algjörlega og við bara vorum búin að leggja þetta upp þannig og við vildum gera þetta þannig að bara virkilega vel gert að menn líta upp og finna leiðina fram á við þegar við vinnum boltan og það hefur sýnt sig að það virka vel á móti KR-ingum og það virkaði svo sannarlega vel í dag. Einmitt, og mörkin 7 þau gilda öll í markatölunni og núna þeir komið betri markatölunni en Valur. Það var 6 marka munur þar fyrir leikinn í dag, það hlýtur að gefa ykkur aukið búst? Já, þetta getur allt talið saman í lok tímabilsins, þannig að það hjálpar alltaf að vera með betri markatölu. Þetta er svona, má hægt að segja, þetta er 1 stig ef þú ert með góða markatölu. Þannig að það er bara gott að við náðum að minnka bilið og jafnvel komin yfir í markatölu á móti Val. Við sjáum hvernig þeirra leikur fer en ná aftur það er hellingur eftir að þessu móti en flottu sigur í dag á erfiðum útivelli, þannig að mér líst mjög vel á þetta gras hérna í KR. Og hlýtur að gefa bara aukið sjálfstraust auðvitað fyrir þessa tvískiptingu? Já, við erum bara, það er töluvert síðan að við sögðum að við ætluðum að bara líta hvern einasta leik sem úrslitaleik og við höfum verið að gera það og gera vel, við höfum verið að spila vel. Konum með 3 sigurleiki og 1 jafntefli. Þannig að við höldum bara áfram, tökum 1 leik í einu, það er næsti leikur, hver sem það verður, það hefur verið að koma í ljós og við bara lítum vel út og ætlum að halda því áfram. Ég langar að spyrja út í meiðslalistan. Gylfi allavega fékk eitthvað, fór út af í hálfleik, síðan fór Stígur Diljan líka út af Pablo Puñat ekki í hóp. Hver er svona staðan að þessu? Já, Stígur og Gylfi fengu smá hnjask í leiknum í dag. Þetta er ekki neitt alvarlegt held ég, en við vorum bara þannig stöðu að geta skipt þeim út af og við erum með eins og leikmenninu sem kom inn á, við erum með rosalega stóran og breiðan hóp, þú sér það bara, Pablo er heill og hann er utan hóps, þannig að það sýnir bara styrkleika hópsins okkar og þeir komum bara virkilega sterkir inn, allir þeir sem komu inn á í dag. Þeir eru bara liðsmenn og það er allir þetta er bara einn stór liðsheld hjá okkur, þannig að menn eru fúlir að vera á bekknum og eins og þeir eiga að vera en þeir eru tilbúin að hjálpa liðinu og gera þetta almennilega þegar þeirra krafta er vænst. Nú spilaði sonuðinn, kom inn á með Fylki helgina, hlýtur að vera stoltur pabbi? Já, virkilega stoltur á honum. Þetta var fallegt moment að sjá stráki sem koma inn og hann er búinn að vinna virkilega að þessu og að þessu tækifæri, þannig að það er bara gaman að þessu. Þú vilt ekkert sækja niður í Víkina? Nei, ekki strax. Hann verður að fá að vera í Fylki og hann er bara á góðum stað. Fylkismenn eru að gera virkilega vel með hann og hann er bara sáttur þarna, þannig að síðan veit maður ekki hvað gerist. Hvernig leikmaður er þetta? Þetta er bara
Já, þetta er duglegur, hann er virkilega góður skallamaður sem að kannski ætti ekki að koma á óvart en hann er svona, menn hafa líkt honum við Diego Jota, hann er ekki hávaxnasti en virkilega öflugur í loftinu, duglegur með góðan leikskilning, ég geti talað upp meira hérna, þetta er strákurinn minn, nei, þetta er bara hann er duglegur, virkilega duglegur og er með metnað til þess að ná langt, þannig að það vill maður sjá. Takk hérlega. Takk fyrir.